Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, fundur settur í sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar þriðjudaginn 20. september 2016. Ég býð ykkur velkomin á þennan 753. fund sveitarstjórnar. Á dagskrá fundarins eru fundargerðir til samþykktar. Það eru 5 fundargerðir byggðarráðs, 2 fundargerðir fræðslunefndar, 1 landbúnaðarnefndar, 1 frá skipulags- og byggingarnefnd og 1 frá umhverfis- og samgöngunefnd, 1 frá veitunefnd og svo 1 frá byggingarnefnd Sundlaugar Sauðárkróks. Og undir liðnum almenn mál kjörstaðir vegna alþingiskosninga 2016, tillaga tímabundin niðurfelling gatnagerðargjalda 2017, viðauki 6 við fjárhagsáætlun 2016 og ábyrgð á lántöku Norðurár BS 2016. Svo eru 3 fundargerðir til kynningar. Það er fundargerð Norðurá, Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra og 1 frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og við göngum þá hér til dagskrár og ég bið Stefán Vagn, formann byggðarráðs, að koma og kynna okkur fyrstu fundargerðina. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, það voru 7 mál tekin fyrir í byggðarráði 25. ágúst. Fyrsta var beiðni kaup á Laugavegi 15. Það var tölvupóstur frá Sigrúnu Guðlaugsdóttur sem leigjandi fasteignanna og lagði hún fram tilboð að kaupa eignina og byggðarráð gerði Sigrúnu gagntilboð. Annar lið var Birkilíð 2 umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis og byggðarráð samþykkir að gera ekki athugasemdir við þá umsókn. Þriðji liður var Helluland umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis sömuleiðis og byggðarráð gerði ekki athugasemdir við það. Fjórða liður var tillaga að eigendastefnu fyrir þjóðlendur. En það var þannig að haustið 2015 var komið á fót vinnuhópi í forsætisráðuneytinu til þess að móta tillögur að eigendastefnu fyrir þjóðlendur og tilgangur með setningu þessara eigendastefnu er að skýra hlutverk forsætisráðherra samkvæmt öðrum kafla þjóðlendur laga og þau viðmið og lög sem til grundvallar við rækslu þess. Það var semst óskað eftir að fá ábendingar og athugasemdir varðandi þetta fyrir 1. september og byggðarráð bókaði það væri unnið að drögum sem yrðu lögð fyrir næsta byggðarráðsfund sem var síðan gert og kynnt hér á eftir. 5. liður var reiðvegamál í Skagafirði en þar var lagt fram bréf frá Ágústi Jónssyni og Gísla Árnasyni vegna reiðvegamála í Skagafirði og byggðarráð þakkaði bréfriturum góðar ábendingar og vildi koma á framfæri að nú í gildi 5 ára samningur milli sveitarfélagsins og hestamannafélagsins Skagafirðings uppbyggingu reiðvega í sveitarfélaginu. 7. liður er Hamborg, tilkynningar Hamraborg Hamraborg, tilkynningum aðilaskipti á landi. Og 7. og síðasti liðurinn er Þórljótsstaðaruna, tilkynningum aðilaskipti á landi sömuleiðis. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi byggðarráðs 25. ágúst. Takk. Orðið að laust fundargerð byggðarráðs. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel. Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða hérna mál 5, reiðvegamáli í Skagafirði. Ég veit að kemur hérna fram í bókuninni að það sé nú þegar komin í gildi 5 ára samningu milli sveitarfélagsins og hestamannafélagsins Skagafirðings sem er nýtt hestamannafélag hérna
sameinaði í Skagafirði uppbyggingu reiðvega í sveitafélaginu Skagafirði sem er af hinu góða. En þetta bréf sem að kemur frá þeim Ágústi og Gísla, að það sýnir og segir okkur svolítið í hnotskurn hvernig staða reiðvegamála er í Skagafirði og hefur verið langa hríð, og við erum að mínum mati svolítið á eftir í Skagafirði hvað varðar uppbyggingu reiðvega miðað við önnur landsvæði, og ég veit að þetta er farið að hamla heilmikið ferðamennsku og ekki síður heldur en það að hestamenn séu að ferðast á eigin vegum án ferðaþjónustu innan héraðs. Þannig að ég vil bara brýna okkur öll að fylgja þessu vel eftir þessum samningi og hvetja hestamannafélagið Skagfirðing til dáða í því að gera nú góða áætlun uppbyggingu reiðvega. Já, þakka þér fyrir, Greta. Fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki, svo ég ber fyrir þessa fundargerð upp og bið ykkur að gefa merki til þess að samþykkja fundargerðina. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næsta fundargerð byggðarráðs sem var svona auka fundur. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur byggðarráðs sem var haldinn 28. ágúst 2016 og var þetta sameiginlegur fundur með fræðslunefnd sveitarfélagsins og var eitt mál á dagskrá. Það var húsnæðismál leikskólans á Hofsósi. Það kom í ljós að myglusveppur og raki hafði myndast undir þaki leikskólans Barnaborgar á Hofsósi og það var ekki tekin áhætta á því að raun og vera með skólahald í leikskólanum meðan væri verið að skoða hvers eðlis óværan væri. Byggðarráð og fræðslunefnd samþykktu á þessum fundi að engin starfsemi yrði í húsnæðinu þar til að vandinn hafi verið leystur og foreldrum var boðið að nýta sér leikskólaplássið á Hólum. Jafnframt verði leitað að hentugu bráðabirgðahúsnæði fyrir leikskólann á Hofsósi. Þetta er bókun byggðarráðs á umræddu fundi. Og það er hægt að segja frá því að staðan í dag er orðin þannig að það er búið að finna húsnæði sem að hægt er að færa leikskólan inni til bráðabirgðar meðan að tekin er ákvörðun það hvort að og með hvað hætti menn fara í viðgerð eða hvort menn fara í viðgerð á núverandi húsnæði leikskólans. Já. Það er sem sagt niðurstöður sýnatökunnar leiddu það í ljós að vandamáli var algjörlega einangrað við þakið og þakrýmið og eftir að menn einangruðu þarna lúgu sem var upp á efri hæðina þá kom í ljós eftir sýnatöku niðri að þar var allt eins og það átti að vera, engin merki svepp, þannig að börnin voru eftir færið inn í leikskólan. En hins vegar er það þannig að við þurfum á einhverju tímapunkti að taka ákvörðun það hvað við ætlum að gera í þessum leikskólamálum austan Vatna og ég hvet bara sveitarstjórnar menn til þess að nota þetta tækifæri sem er núna til þess að taka umræðu og þannig það sé hægt að raun og veru leysa þennan vanda leikskólans í eitt skipti fyrir öll og held að við hljótum að komast að niðurstöðu í því máli. Takk. Og þá gef ég orðið lust þessa fundargerð og málefni leikskólans á Hofsósi.
Greta Sjöfn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, þetta var mjög sérstakt mál sem að var byggðarráð var boðað til á sunnudegi og alvarlegt mál sem að kom skyndilega upp og sem betur fer eins og formaður byggðarráðs fór yfir að þá var hægt að gera ráðstafanir svona mjög fljótlega og komin svona ákveðin leið í því hvað starfsemin verður núna með að vera að skoða og meta stöðu hússins enn betur. En það sem mig langar að segja svona almennt varðandi stefnu sveitarfélagsins í skólamálum almennt og ég hef verið talsmaður þess að það sé mjög gott að leggja upp með stefnu til framtíðar og við höfum svo sem tekið umræðu það innan sveitarfélagsins í skólamálum í gegnum tíðina, ekki bara á þessu kjörtímabili heldur lengra aftur að við höfum verið að ræða hvert skuli stefna með uppbyggingu húsnæðis leikskóla í sveitarfélaginu og ég held að sé mjög mikilvægt að við förum að vinna það enn frekar og meta hvaða leið við viljum fara almennt í uppbyggingu húsnæðis leikskóla innan sveitarfélagsins og ég held að það sem við stöndum frammi fyrir núna með húsnæði Hofsós að ýtir undir að við förum að rýna það enn frekar. Þannig að ég er tilbúin í það að vinna með meirihlutanum og bara að skoða það. Takk fyrir þetta, Greta. Og fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki svo ég ber þessa fundargerð upp. Við erum gefa merki þessum samþykkt. Og hún samþykkt með öllum Gretum. Þá erum við komin hér í þriðju fundargerð byggðarráðs frá 1. september. Stefán, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 4 mál tekin fyrir í byggðarráði 1. september. Það var, fyrsta máli var beiðni kaup á Laugavegi 15. En það var áður á dagskrá á 753. fundi og fyrstu fundargerðin sem var kynnt hér. En byggðarráð gerði Sigrúnu gagntilboð eins og það kom fram og hún gekk aftur tilboði. Nú, annar mál er ársþing SSVF 21. október 2016 á Sauðárkróki. En þar var lagt fram bréf frá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Er að varða tilnefningu fulltrúa á 24. ársþing samtakanna. Sveitarfélagi Skagafjörður var rétt af 11 þingfulltrúum af 29. Þriðji liður er beiðni kaup á landsbyldu sunnan við Hrímnishöll. Það var lagt bréf frá Birni Sveinssyni á Varmalæk þar sem Björn óskar eftir viðræðum við byggðarráð um kaup á hluta landsbyldu sveitarfélagsins sunnan við Hrímnishöll á Varmalæk. Byggðarráð samþykkti að auglýsa landið til sölu að undanskildum lóðum undir fasteignir sveitarfélagsins. Og byggðarráð beinir því til skipulags- og byggingarfulltrúa útboða lóðir úr landinu undir fasteignir sveitarfélagsins. Fjórði liður var umsókn lækkun fasteignaskatts og fór það í trúnaðarbók og fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarráðsfundi. Takk. Og orðið er laust. Enginn hversu ljós og ég ber fundargerðina upp og bið ykkur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum Gretum atkvæðum. Þá er fundargerð frá 8. september byggðarráð. Stefán, gjörðu svo vel. Já,
forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 10 liðir teknir fyrir í byggðarráði 8. september. Fyrsti liðurinn var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á skólavegi 1 og byggðarráð gerir ekki athugasemd við þá umsókn. Annar liður var kjörstaðir við alþingiskosningar 2016 og verður þeim lið vísað til liðar hér síðar í dagskránni. En lagt til að kjörstaðir í sveitarfélaginu Skagafirði vegna kosninga til alþingis sem ráðgerðar eru 29. október verði eftirtaldir. Það er Skagasel, Bóknáshús Fjölbrautaskólans, félagsheimilið Árgarður, Grunnskólinn á Hólum, félagsheimilið Höfðaborg, Grunnskólinn á Sólgörðum, Varmahlíðaskóli og Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki. Og einnig samþykkti sveitarstjórnarfélag byggðarráði að afgreiða til fullnaðar eftirtalin verkefni vegna alþingiskosningar. Það er að staðfesta kjörskrá og úrskurða breytingar á kjörskrá, ráða til lykta öðrum málum sem kunna að heyra undir verki sveitarstjórnar í sambandi við kosningar. Nú þriðji liður er umsóknum til lóðir við Laugatún og framlag sveitarfélagsins vegna þeirra. En þar komin bréf frá búhöldum þar sem félagið lýsir áhuga að sækja lóðir við Laugatún undir 3 parhús eins og félagið hefur byggt. Óskar eftir því að vita hvert framlag sveitarfélagsins gæti hugsað á orðið sem stofnframlag samkvæmt lögum almennar íbúðir. Byggðarráð samþykkir að veita stofnframlag til búhölda til byggingar 3 parhúsa í formi niðurfellingar á lóða og gatnagerðargjöldum á grundvelli laga húsnæðismál. Einnig vill byggðarráð beina því til skipulags- og byggingarnefndar og útfélaginu þegar tilbúnum lóðum. Nú, fjórði liður var fjármálaráðstefna sveitarfélaga, þar sem byggðarráð samþykkir að sveitarstjórnarmönnum verði gefinn kostur á að sækja ráðstefnuna ásamt sveitarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs en þessi ráðstefna verður haldin 22. og 3. september, það er sem núna á 50. og föstudag. Ársfundur Jöfnunarsjóðs var 5. mál á dagskrá, þar sem var fundaboð á ársfund Jöfnunarsjóðs sem verður 21. september í tengslum við fjármálaráðstefnu og byggðarráð samþykkir að sveitarstjóri setji fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins. 7. liður er tillaga að tímabundinni niðurfellingu á gatnagerðargjöldum og þessi vísar sér í dagskránni hér á eftir. Byggðarráð samþykkir að framfylgja frá 2017 samþykkir að niðurfellingu gatnagerðargjöldum Þetta er bara því besta mál og við erum búin að vera með þetta undanfarin ár og það er jákvætt og gaman að segja frá því nú að nú er farið félaginu og í sveitafélaginu. Og ef að allt fer sem horfir þá er það nú þannig að okkur telst til að þetta séu 27 íbúðir sem eigi að fara að byggja, sem séu á dagskrá að fara að byggja ef allt gengur eftir, öll þau plön sem að menn eru með og það er nú heldur betur búbót hér fyrir sveitafélaginu. 7. liður er erindi frá júdódeild Tindastóls, þar sem var lagður fram tölvupóstur varðað æfingaraðstöðu fyrir deildina og þeir voru að falast eftir því að komast inn í tónlistarskólann gamla á Borgarflöt 1 en byggðarráð gat því miður ekki komið til móts við óskir júdódeildarinnar þar sem það hefur verið ákveðið í ráðinu og sveitarstjórn að selja fasteignina. En hins vegar er það mjög brýnt að leysa þann vanda sem júdódeildin er í og ég held að menn séu að skoða það að leita leiða til þess að reyna að koma þeim inn í íþróttahúsið á fasta tíma þar og ég held að það sé nú að gangi þokkalega. 8. liður er viðauki við fjárhagsáætlun 2016 og verður vísað hér í sérlið á eftir. En þar er lagður fram tillaga að viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun. Það sem að hækkun á rekstrarafgangi A og B hluta er að fjárhæð 21.144.000. Og helstu ástæður þessa viðauka eru launabreitingar vegna starfsmats
og kjarasamningshækkana sem hafa orðið á árinu, tekju- og gjaldabreitingar vegna þess að sveitarfélagið er leiðandi sveitarfélagi í málefnum fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra árið 2016 og þá með fulla ábyrgð á verkefninu, hækkun útsvarstekna, hagnaður vegna sölu fasteigna og fasteignakaup og hækkun eigna tekna. Nettóbreyting A-hluta er hækkun útgjalda 29.591.000 og samsvarandi breyting í B-hluta er hækkun rekstrar afgangs upp á 50.735.000 og biðar á samþykkt við þennan viðauka en hún verður vísa hér í sér lið síðar í dagskránni. Nú, 9. liður var fundargerðir stjórnar samtaka sveitarfélaga, SSNV, og 10. liðurinn voru rekstrar upplýsingar, þar sem lagðar voru fram til kynningar, upplýsingar og rekstri sveitarfélagsins og stofnana fyrir tímabili janúar til júlí 2016. Fleira var ekki tekið fyrir. Takk. Takk fyrir þetta. Já, ég legg hér til að lið 4.2 verði vísað til liðar nr. 13 síðar í dagskránni og liður 4.6 verði vísað til liðar nr. 14 og lið 4.8 viðauki 6 við fjárhagsáætlun verði vísað til liðar nr. 15. Ekki athugasemdir við það. En annars er orðið laust. Ásta, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir fundamenn. Ég vildi bara upplýsa það að í sambandi við júdódeildina að hún mun fara inn í íþróttahúsið og við munum leita leiða við að auðvelda þeim umgengni á dýnunum, að skaffa þeim einhvers konar vagna til þess að það verði auðveldara fyrir þá að setja niður og taka saman. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri? Svo er ekki, svo ég ber þá fundargerð Byggðarráðs upp og bið ykkur að gefa merki því sem að samþykkt við fundargerðina. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá erum við hér komin að síðustu fundargerð Byggðarráðs frá 15. september. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 8 mál á fundi Byggðarráðs 15. september. Og fyrsta málið er ábyrgð á lántöku Norðurár. En það er lagt fram erindi dagsett 8. september frá stjórn Norðurár BS. Þess efnis að sveitarfélagið veiti byggðasamlaginni einfalda ábyrgð á alltaf 250 milljóna króna láni frá Lánasjóði sveitarfélaga OHF og veði í tekjum í hlutfalli við skiptingu stofnfjár í Norðurár BS 31.12.2009 eða 64,8%. Lánið er ætlað til framkvæmda á stækkun á urðunarhólfinu í Stekkjavík. Og þetta var samþykkt samhljóða og verður vísa hér í sér lið síðar í dagskránni. Annar málið var eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga beðin um upplýsingar. En þar var lagt fram bréf dagsett 2. september frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga varðandi ársreikning 2015. Í bréfinu segir að þrátt fyrir að sveitarfélagið standist jafnvægisreglu og skuldareglu sveitarstjórnarlaga telur eftirlitsnefndin rétt og óska eftir nánari upplýsingum um fjármál og fyrirætlanir sveitarstjórnar í samræmi við ákvæði 79. greinar sveitarstjórnarlaga heildarmat á fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Einnig óskar nefndin eftir útkomu spá fyrir árið 2016 með samanburði við fjárhagsáætlun 2016. Nú Byggðarráð samþykkti að fela sveitarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að útbúa drög að svari og leggja fyrir Byggðarráð. Þriðji liður var fjárhagsáætlun 2017 til 2020 en það voru lagðar fram forsendur fyrir vinnu fjárhagsáætlunar 2017 og Byggðarráð samþykkti að fela sveitarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að vinna áfram með ramma fjárhagsáætlunar 2017 og setja þessa vinnu í gang. Fjórði liður var aðalfundur samtaka sjávarútvegssveitarfélaga en þar var sá fundur verður haldinn 23. september á
Hilton Nordica og samþykkti byggðarráð að sá sem hér stendur og Sigríður Svavarsdóttir verði fulltrúar sveitarfélagsins á fundinn. 5. liður, það er tölvupóstur frá samtökum sveitarfélaga á köldum svæðum, það sem er aðalfundarboð og sama dag, 23. september, og samþykkti byggðarráð að sveitarstjóri Ásta Pálmadóttir verði fulltrúi sveitarfélagsins á þeim fundi. 7. liður var upplýsingar frá Mílu vegna ljósleiðaravæðingar sveitarfélaga. En það var lagður fram tölvupóstur frá Mílu EHF, dagsettur 10. september, varðandi ljósleiðaravæðing í dreifbýli á Íslandi. Lýst er yfir áhuga Mílu EHF á verkefnum við lagningu ljósleiðara í dreifbýli og vilja til þess að vinna með sveitarfélagunum að þeim. Og þakkaði byggðarráð fyrir erindið og vísaði því til veitunefndar sem hefur verið með þessi málefni fyrir okkar hönd. En eins og kom nú hér fram á síðasta sveitarstjórnarfundi, það umræður urðu aðeins þessi ljósleiðaramál. Og þá er það afskaplega ánægjulegt að segja frá því og sjá þennan áhuga Mílu á verkefninu. En Míla er einmitt það fyrirtæki sem hefur verið með sveitarfélagin í þessu verkefni og þeir verkefni sem við erum í. Og því mjög jákvætt ef þeirra áhugi er fyrir hendi varðandi áframhaldandi ljósleiðaravæðingu sem ég tel að sé eitt af svona þeim brýnu verkefni sem við þurfum að fara í hér í sveitarfélaginu. Það er það að gera einhvers konar áætlun eða reyna að teikna upp framtíðar músík í þessum ljósleiðaramálum og sjá fyrir okkur hvernig við getum komið ljósleiðara í sem flest heimili hér í Skagafirði. Þetta er gríðarlegt hagsmunamál og eins og ég held ég hafi nú sagt á síðasta fundi, það er alltaf í lagi að árétta það. Ég held að þetta sé brýnna mál heldur en að malbika vegi. Þetta er þvílík þessi lífsgæði sem felast í þessu. Og 7. liður er viðgerð á girðingu í Víðimýra kirkjugarðs. Það var lagt fram bréf 7. september frá sóknarnefnd kirkjunnar varðandi endurbætur og girðingu. Óskað er eftir því að sveitarfélagið taki þátt í efniskostnaði í samræmi við viðmiðunarreglur kirkjugarðsráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og samþykkti byggðarráð að vísa þessu erindi til fjárhagsáætlunar 2017. Nú, síðasti liður í þessari fundagerð og þeim fundagerðum byggðarráðs sem hér verða kynntar í dag var lagður fram tölvupóstur varðar fundagerð stjórnar samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga frá 28. fundur þessa félags þann 4. ágúst og 29. fundi þann 5. september. En fleira var ekki tekið fyrir í byggðarráði þennan daginn. Takk. Já, það er liður 5.1. Ég legg til að honum verði vísað til liðar nr. 16. Þetta er ábyrgð á lántöku Norðurár 2016. Vísað til liðar nr. 16 ef ekki eru athugasemdir við það. En annars gef ég þó orðið laust. Og það er enginn sem bauð sér ljós og ég fundagerðinu beðið fyrir að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er Stefán laus í bili og með fundagerð fræðslunefndar. Þórdís Friðbjörnsdóttir, gjörðu svo vel, formaður nefndar. Forseti og góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Fræðslunefndin sat sama fund og byggðarráð sunnudaginn 28. ágúst og þar sem húsnæðismál leikskólans á Hofsósi voru til umræðu og svo fundagerðir samhljóða fundagerð byggðarráðs sneri því að Myglusveppurinn og Raki komust undir þak
leikskólans, Barnaborgar á Hofsósi, og það var ekki talið forsvaranlegt að starfrækja leikskólan þar á meðan máli var skoðað nánar, eins og Stefán Vagn, formaður byggðarráðs, búinn að fara vel yfir hér áðan. Og foreldrum var boðið að nýta sér leikskólapláss á Hólum, en reyndi var nú svo að það var ekkert foreldri sem að nýtti sér það, en það hófst strax leit að bráðabirgðahúsnæði. Fleira var ekki tekið fyrir. Já, takk fyrir þetta og er einhver sem að vill ræða þessa fundargerð? Svo er ekki, svo ég ber hana upp og byrði bara að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og önnur fundargerð fræðslunefndar sem er frá 6. september, Þórdís, gjörðu svo vel. Forseti og góðir sveitarstjórnarfulltrúar, á þessum fundi fræðslunefndar þann 7. september voru 4 mál á dagskrá. Það fyrsta þar var lögð fram ályktun félagsstjórnenda í leikskólum, þar sem hvatt er til þess að heimildarákvæði kjarasamninga stjórnenda í leikskólum til launaðs námsleyfis sé nýtt. Og annað málið, það var ályktun niðurskurð í skólum landsins frá heimili og skóla, og þar kemur fram að menn eru farnir að óttast að búið sé að skera inn á beini víða í skólum, og það mun ekki nást fram markmið hvítbókar menntamálaráðherra ef það heldur áfram, sá niðurskurður. Þriðja málið og stóra málið á þessum fundi sneri að leikskólanum á Hofsósi, og þar var rætt aðstæðurnar sem komu upp fyrir það bil þá 2 vikum þegar mygla fannst í húsnæði Tröllaborgar. En sem betur fer kom nú í ljós að myglan einskorðaðist við háalofthússins, og að loknum þrifum og þéttingu í loftlúgu var ákveðið í samráði við Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra að leyfa starfsemi leikskólans þar áfram. Og áfram sem sagt verður fylgst með og sýni tekin, og ég held að þessar myndir sé verið að lesa úr sýnum sem að búið er að taka. Og brýnt er að lagfæra húsið áfram því að taka ákvörðun framtíðarskipan leikskóla á Hofsósi, og það er nú það sem er framundan að horfa á húsnæðismálin og framtíðarskipanina og að flytja starfsemina í bráðabirgðahúsnæði. Vonandi skýrast þau mál mjög fljótt. 4. og síðasti liðurinn, þar upplýsti fræðslustjóri nemendafjölda í skólunum okkar, skólar 2016-17. Og þar kom fram að í leikskólum fjölgar nemendum úr 222 í 239 frá því fyrra. Í grunnskóla fækkar 4, nú eru skráð 524, og þegar að fundurinn var þá var skráningu í tónlistarskóla ekki lokið, en nú er staðan þannig að það eru 144 skráðir í tónlistarskólan, og skráningin er ennþá opin núna hér á Sauðárkróki, og tónlistarkennslan er farin á stað upp í Árskóla og fer alveg ljómandi vel af stað, þannig að menn vænta þess að þeim fjölgi enn frekar nemendunum núna. Fleira var ekki tekið fyrir. Já, takk fyrir þetta og orðið er laust fundargerð fræðslunefndar.
sem ætlar að ræða hana meira, þannig að ég ber fundargerðinu upp og bið ykkur að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá erum við komin hér í landbúnaðarnefnd frá 5. september. Þegar Gunnsteinn Björnsson að kynna okkur fundargerð landbúnaðarnefndar. Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er fundargerð landbúnaðarnefndar sem er 187. fundur, 5. september 2016. Á dagskrá eru 11 mál. Það fyrsta er beiðni leigu á landspildu fyrir sunnan við Hrímnishöll. Þar er lagt fram bréf frá Birni Sveinssyni á Varmalæk, þar sem hann óskar eftir að taka á leigu landspilduna sunnan Hrímnishallar. Erindi var áður á dagskrá 185. fundar landbúnaðarnefndar. En landbúnaðarnefnd bókar svo með vísun í bókun 755. fundar byggðarráðs frá 1. september. Þá verður þetta land auglýst í sölu og því ekki leigu að ræða. Annað mál á dagskrá er ósk áframhaldandi leigu á landspildu sunnan Hrímnishallar, en þar er lagður fram tölvupóstur frá Birni Ófeigssyni á Reykjaborg þar sem hann óskar eftir að fá spilduna sunnan við Hrímnishöll á leigu. Landbúnaðarnefnd bókar á sama hátt og með fyrsta málið en með vísun í bókun 755. fundar byggðarráðs frá 1. september. Þá verður þetta land auglýst í sölu og því ekki leigu að ræða. Þriðja lið, fjallskil beiðni upplýsingar. En þar var lagt fram bréf frá Bændasamtökum Íslands, dagsett 9. ágúst, þar sem kynnt samþykkt búnaðarþings 2016 fjallskil. Einnig er óskað eftir upplýsingum fjallskil í sveitarfélaginu. Lögð fram drög að svari til bændasamtakana og starfsmanni nefndar að falið að senda það með umræddum breytingum. Fjórði liður, fjárrekstur í Skarðsárparti í Sæmundarhlíð. Lagt fram bréf 28. ágúst frá Jóni Baldvinssyni Dæli varðandi rekstur og afréttarfé í fyrstu göngum í gegnum Skarðsárpartin í Sæmundarhlíð. Landbúnaðarnefnd samþykkir að Haraldur Þór Jóhannesson formaður nefndarinnar og Valdimar Sigmarsson nefndarmaður ræði við Jón. 5. liður, girðing milli heimaland og afréttar, Stóravarskar og Fjall. Lagt fram bréf dagsett 1. júní frá Benediktssyni, landeiganda Stóravarkars og Birgi Haukssyni og Lóa Má Birgissyni, landeigandu Fjalls, varðandi girðingu á milli heimalanda og ofangreindra jarða og afréttar. Óska þeir eftir viðræðum við landbúnaðarnefnd málið, en landbúnaðarnefnd samþykkir að boða landeigendur á fund nefndarinnar. 7. liður, lögð fram umsókn leyfi til búfjárhalds frá Gunnari Jóni Eysteinssyni frá 7. mars 2016. Sótt leyfi fyrir 47 hross. Erindi var áður á dagskrá 182. og 185. fundar landbúnaðarnefndar. Landbúnaðarnefnd samþykki búfjárleyfi fyrir 47 hross. Varðandi beitarhólf þá starfsmanni landbúnaðarnefndar falið að svara Gunnari Jóni Eysteinssyni. 7. liður, það lagt fram til kynningar bréf dagsett 30. ágúst frá MAST varðandi brynningar í réttum og starfsmanni landbúnaðarnefndar falið að koma bréfinu áfram til fjallskilastjóra. 8. liður, lagði fram til kynningar ársreikningu fjallskilastjórs staðarafréttar fyrir 2015. 9. liður, lagði fram til kynningar ársreikningu fjallskilastjórs staðarhrepps fyrir árið 2015. 10. liður, lagður fram til kynningar ársreikningur fjallskilasjóðs Hofsós og Unadals fyrir árið 2015. 11. liður, lagður fram til kynningar ársreikningur fjallskilasjóðs Hóla og Viðvíkurhrepps fyrir árið 2015. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
og fundargerð landbúnaðarnefndar er hér til umræðu. Einhver vill taka til máls? Svo er ekki, svo ég ber fundargerðin upp og bið ykkur að gefa merkið staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst er þá hér fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 9. september. Viggó Jónsson, formaður nefndar, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 7. föstudaginn 9. september og það var fyrsta mál á dagskrá, það var umsókn lóð og þar voru þau Hjörtur Ellefsson og Dagný Huld Gunnarsdóttir sem að óska eftir einbýlishúsalóð nr. 20 við Iðutún á Sauðárkróki og þessi úthlutun var samþykkt og það verður nú að segjast eins og er að það var óskaplega gaman að vera með þennan fund þar sem að það var ansi mikil umsóknir og hefur nú ekki verið jafn mikið umsóknir byggingar hér á Sauðárkróki í langan tíma, þannig að þetta er verulega ánægjulegt þó svo að það hefur nú verið kannski víðar í Skagafirði sem hafi verið byggt en ekki hér á Króki í einbýlishúsum. Nú annar liður það var Kleifartún 2, það var einnig umsókn lóð þar sem að Hafsteinn Logi Sigurðsson og óskaði eftir úthlutun og það var samþykkt að úthluta Hafsteini Loga þeirri lóð. Nú þriðji liður það var Hafgrímsstaðir, það var umsókn byggingarreit og þar ætla menn að fara að setja upp aðstöðu fyrir starfsfólk. Það var samþykkt að úthluta þessum byggingarreit. Nú fjórði liður það var Hugljótsstaðir, það var einnig umsókn byggingarreit þar sem Guðrún Sveinbjörnsdóttir sækir leyfi til að stofna byggingarreit í landinu og það var samþykkt. Og fimmti liður það er Kimbastaðir, þar er umsókn landskipti einnig þar sem Hróðmar Hjörleifsson og Reynir Hjörleifsson þinglýstir eigendur sækja leyfi til að skipta út landi úr jörðinni og það var samþykkt. Sjötti liður það var umsókn lóðargirðingu þar sem Ágúst Andrésson fyrir hönd kjötafurðastöðvar KS og Jón E. Friðriksson fyrir hönd Fisk Seafood sækjum leyfi til þess að færa fyrirhuga aðkomu að baklóð fyrirtækisins við Eyrarveg á Sauðárkróki. Þetta var samþykkt. Nú sjöundi liður, þar er Eyrarvegur 20 umsókn lóðargirðingu einnig og það eru sömu aðilar og þessi girðing var einnig samþykkt. Og áttundi liður það er Skógargata 19B umsókn lóð og það liggur fyrir umsókn lóð hjá byggingarfulltrúa að kynnti lóð og hæðarlínublað fyrir lóð og lóðin og aðliggjandi lóðir ásamt grunnplani. Og það var samþykkt að vinna byggingarskilmála fyrir þessa lóð í Skógötunni. Nú níundi liður það var Skagfirðingabraut 51, Ártorg 1, það sem deiliskipulag. Það sem skipulags- og byggingarfulltrúi greindi frá stöðu skipulagsmála varðandi lóðirnar og það var samþykkt að auglýsa gildistöku og það var verði sent í B-deild Stjórnartíðinda. Nú tíundi liður skipulagsdagurinn 2016
og það var samþykkt að þeir fulltrúar sem sá sér færi að sækja skipulagsfundinn sem var haldinn á Grand Hotel í Reykjavík 15. september. Nú 11. liður, það er RÍP, umsókn um byggingarreit og byggingarleyfi, þar sem Hildur Þóra Magnúsdóttir og Halldór Gunnlaugsson sækja um leyfi til að stofna byggingarreit fyrir gestahús. Þetta var samþykkt með framlögðum afstöðu uppdrætti og tilfærslu á byggingarreitnum, sko. En Hildur Þóra vék að fundi við afgreiðslu þessa liðar og 12. liður, það var afgreiðslufundur byggingarfulltrúa og þeir voru lagðir fram til kynningar. Og fleira var ekki hérna fyrir tekið. Takk. Takk fyrir, orðið er laust. Það ætlar enginn að nýta sér það. Þannig að ég ber fundargerðina upp og bið ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar, Sigríður Magnúsdóttir, formaður, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, þetta var 121. fundur umhverfis- og samgöngunefndar 12. september. Það voru þar 7 mál á dagskrá. Fyrsta var Norðurgarðurinn í Hofsós, þar sem við vorum að skoða skemmdir á viðlegukanti. Það var kynnt fyrir fundarmönnum ástandi á Norðurgarðurinn á Hofsós. Niðurstaða fundana var það að það var búið að senda óformlegt erindi til siglingasvið Vegagerðarinnar og því hefur verið svarað og í svarinu er farið yfir möguleika leiðir til að gera við bryggjuna og það var lýst yfir vilja til að aðstoða við mat og undirbúning þess. Sviðsstjóri var þó falinn að vinna að kostnaðarmati á viðgerðunum í samráði við Vegagerðina. Annar liður á dagskrá var Hafnasambandsþing október 2016 sem verður haldið á Ísafirði. Fulltrúar Skagafjarðarhafna á þinginu verða Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri og jafnframt hafnastjóri, Einar Ágúst Gíslason, yfirhafnavörður, Indriði Þór Einarsson sviðsstjóri, veit- og framkvæmdasviðs og Sigríður Magnúsdóttir formaður umhverfis- og samgöngunefndar. Þriðja mál á dagskrá var flokkunarsókn í dreifbýli. Þar fórum við yfir stöðum mála vegna flokkunar í dreifbýli og verið er að vinna af útfærslu á flokkun í dreifbýli sem tekin verður fyrir á næsta fundi. Eins fjórða mál á dagskrá gámastöðvar í dreifbýli, úrbætur. Það er hafið undirbúningsvinna vegna hönnunar og gámasvæðin í Varmahlíð og hönnunardrög verða lögð fyrir okkur á næsta fund. Fimmta mál var gámasvæðið á Sauðárkróki. Það hefur mánabil verið boðið upp á geymsluaðstæður fyrir gáma og aðra stærri hluti gegn vægu árgjaldi. Svæðið er hér á Borgarteig og sunnan við geymsluslóð Vegagerðarinnar. En nú er það komið svoleiðis að gámasvæðið er alveg fullnýtt og við þurfum að stækka þetta og möguleiki er að stækka núverandi svæði til suðurs að minnstu kosti helming. Nefndin lagði til að þessi stækkun verði sett inn á fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. Sjötta mál á dagskrá OK Gámaþjónusta Sorpbyrða ehf. Beiðni geymslusvæði. Það var lagt fram fyrir fundur með erindi frá OK Gámaþjónustu geymslusvæði fyrir gáma sem eru núna fyrir utan hjá honum en að fá svæði upp á Gránamóum við Sauðárkrók. Nefndin tók jákvætt í þetta erindi og fal sviðsstjóra að kanna nánari umfang og útfærslu á geymslusvæðinu. Og síðasta mál á dagskrá var umhverfi við Sauðamýri 3. Þá var lagt fyrir fundur bréf frá Trausta Jóel Helgasyni, formanni Húsnæðissamvinnufélags Skagafjarðar fyrir hönd íbúa á Sauðamýri 3. Og í erindinu óska eftir því að sveitarfélagið gangi betur frá svæðinu í kringum Sauða og milli Skagfirðingabrautar og Borgargerðis sunnan við Sauðamýri 3. Við þökkum þetta fyrir þetta erindi og sviðsstjóri var falið að afmarka þetta svæði aðeins frekar og komið með tillögur úrbótum sem við getum þá sett í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. Fleira var ekki rætt. Takk. Orðið er
er laust um þessa fundargerð. Og við höldum áfram og ég ber fundargerðina upp, bið ykkur að gefa merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við hér með fundargerð frá veitunefnd frá 23. ágúst, Gunnsteinn Björnssonar, kynna okkur fundargerð veitunefndar. Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er 27. fundur veitunefndar og það eru 6 mál á dagskrá. Fyrsta mál, hitaveita í Fljótum. Það þarf að fara yfir stöðu framkvæmda í Fljótum og lagningu stofnlagnar er lokið í Flókadal og að Móskógum og vinna er hafin við lagningu stofnlagnar í Hagansvík og að Lambanesi. Verktaki stefnir á verklok miðjan september. Annar liður á dagskrá var borhola við Langkús sem er líka málefni tengt hitaveitu í Fljótum. En dýpkun og holu LH04 við Langkús lauk í byrjun júlí. Holan varð aðeins 170 metrar djúp og skilaði margfalt meira vatni heldur en vonir stóðu til. Samkvæmt afkastamælingu sem Þórólfur Hafstað, sérfræðingur hjá Ísor, framkvæmdi eftir að borun er löng, gefur holan alltaf 35 sekúndulítra af rúmlega 100 gráðu heitu vatni. Þriði liður var hitaveita ný framkvæmd í Lýtingsstaðahrepp 2016 og 17. Prufudæling á holu HH01 við Hverhóla hófst í síðustu viku og gengur vel. Dælu var komið fyrir á tæplega 50 metra dýpi og dælir hún að jafnaði 8 sekúndulítrum á 66 gráðu heitu vatni. Prufudælingi mun vara í minnstakosti 2 vikur og verður fylgst með niðurdrætti í holunni sem gefur til kynna hver afköst holunar geta verið til langs tíma. Haldinn verður kynningafundur fyrir íbúa þegar niðurstöður prufudælinga liggja fyrir. Fjórði liður, það er nýr vatnstankur á Gránumóum. En vatni var hleypt á nýja vatnstank á Gránumóum föstudaginn 12. ágúst síðastliðinn, en jarðvegsvinnu við tankinn og framgangi á dæluhúsi er ennþá ólokið. Fimmti liður er hitaveitulögn að Barði í Fljótum. Tekið var fyrir erindi frá Símoni Inga Gessinni á Barði í Fljótum og var sviðsstjóri falið að vinna að samkomulagi við Símon. Sjötti liður, Ísland ljóstengt, styrkur árið 2016. Kynntar voru áætlanir ljósleiðavæðingu í dreifbýli á svæðinu frá Varmahlíð að Maðurbæli ásamt Sæmundarhlíð. Veitunefnd fagnar þessum áfanga og hvetur til áframhaldandi fjárveitinga af hálfu hins opinbera til ljósleiðavæðingar í dreifbýli. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Fyrir þetta Gunnsteinn og orðið er laust fundargerð veitunefndar. Takk fyrir Svengi Ljós. Og ég ber fundargerðinu og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það kannski er að taka fram að hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Það vantar einn sveitarstjórnarfulltrúa. Eins og allar hinnar fundargerðirnar. Þá erum við komin hér í byggingarnefnd Sundlaugar, fundur frá 22. ágúst. Stefán, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er hér fundargerð byggingarnefndar Sundlaugar Sauðárkróks. Og það sem var gert á þessum fundi var aðalega það var lögð fram endurbætt grunnmynd af annarri hæð Sundlaugarinnar og nefndin var í raun og veru sammála því að halda bara þessu verkefni áfram eins og
eins og kynnt var á fundinum. Og sömuleiðis var tekin svo ákvörðun að vísa þessum drögum til umsagnar hjá ráðgefandi hóp aðgengismál hjá sveitarfélaginu Skagafirði, sem mjög jákvætt. En eins og áður hefur komið fram í þessum fundargerðum Sundlaugar Sauðárkróks, og þá það einn af þessum þáttum sem verið sérstaklega að horfa til í þessum endurbótum, að það aðgengismál í Sundlauginni. Það nú eins með þetta eins og með svo margt að þetta tekur allt tíma, en það samt gaman frá því að segja að þetta að þokast í mjög jákvæða áttir og ég vona því að menn geti farið að byrja á þessari vinnu inn í klefunum, svona hvað og hverju, ég segi nú ekki á næstu dögum, en þetta styttist í það að það sé hægt að fara í útboð í þessu. Við erum að bíða eftir tölum og vorum að vonast þess að þær kæmu í dag, en því miður þá gekk það ekki eftir. Þannig að við væntum þess að halda byggingarnefndar fundu í næstu viku þar sem verður farið yfir þessar kostnaðartölur sem komnar eru og vonandi verður þetta fara að vinna að útboðsgögnum í framhaldi af því. Vinnan hefur gengið vel. Í byggingarnefnd Sundlaugarinnar eru raun og veru spegilmynd af byggðarráði fyrir þá sem það ekki vita. Þannig að það eru allir flokkar sem aðild eiga að sveitarstjórn sem koma að þessu máli og hafi gengið mjög vel og góð sátt þetta. Þetta er mjög spennandi verkefni og ég hlakka mjög mikið til þess að halda áfram með það og hleypa þessu á stokkunum, vegna þess að þetta jú kannski svona eitt af þeim verkum sem ég held að bæði flokkar og allir flokkar hér hafa svo sem verið með á sinni stefnuskrá og ekki bara fyrir síðustu kosningar, heldur í mjög margar kosningar. Og ég held líka að þetta sé eitthvað sem að íbúarnir eru allir sammála að sé mjög þarft og gott verkefni. Þannig að vonandi getum við farið að sýna meira á spilin mjög fljótlega og ég hlakka til þess að sjá þennan fund sem vonandi verður í næstu viku varðandi kostnaðarliðina, því hann gefur okkur svolítið svona vísbendingar um það hvernig við höldum áfram með verkið. Takk. Já, þetta er spennandi. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerðina. Það er sér engin hljós og ég ber fundargerðina upp og byrja ykkur að gefa merki til staðfestingar og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru fundargerðir fastanefndanna og þessi fundargerð búnar og komið í liðin almenn mál. Þar fyrst kjörstaði fyrir alþingiskosningar 2016 og það var vísað frá 757. fundi byggðarráðs þann 8. september síðastliðinn til samþykktar hér í sveitarstjórn svohljóðandi tillaga. Lagt til að kjörstaðir í sveitarfélaginu Skagafirði verði vegna kosninga til Alþingis sem ráðgerðar eru 29. október 2016 verði eftirtaldir: Skagasel, Bóknámshús FNVAF, Félagsheimilið Árgarður, Grunnskólinn Hólum, Félagsheimilið Höfðaborg, Grunnskólinn á Sólgörðum, Varmahlíðarskóli og Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki. Einnig tillaga að fela byggðarráði að afgreiða til fullnaðar eftirtalin verkefni vegna alþingiskosninganna, að staðfesta kjörskrá og úrskurða breytingar á kjörskrá og ráða til lykta öðrum málum sem kunna að heyra undir verksvið sveitarstjórnar í sambandi við kosningar.
Og ég ber þessa tillögu hér undir atkvæði og bið ykkur að gefa merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 14, tillaga tímabundin niðurfelling gatnagerðargjalda 2017. Það er vísað frá fundi 756 líka, fundi byggðarráðs þann 8. september, svohljóðandi tillaga. Byggðarráð samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að framlengja frá og með 1. janúar 2017 samþykkt tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda af byggingum íbúðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúnar götur og Sauðárkróki, Hofsósi og Varmahlíð. Verði það gert á grundvelli sérstakrar lækkunarheimildar sem hægt er að veita samkvæmt 6. grein laga gatnagerðargjöld nr. 153/2006. Ákvæðið tekur gildi eftir samþykkt þess í sveitarstjórn og varir til 31. desember 2017. Ákvæðið er ekki afturvirkt og miðað er við að framkvæmdir hefjist innan þessara tímamarka. Og ég ber þessa tillögu hér upp, ber hann undir atkvæði og bið ykkur að gefa merki því sem að samþykkið. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 15, viðauki 6 við fjárhagsáætlun 2016. Og hér er lögð fram tillaga að viðauka númer 6 við fjárhagsáætlun 2016 sem að samþykkt var á 756. fundi einnig byggðarráðs 8. september og vísað til samþykktar í sveitarstjórn. Samantekin er viðaukinn hækkun á rekstrarafgangi A og B hluta af fjárhæð 21.144.000. Helstu ástæður viðaukans eru launabreytingar vegna starfsmats og kjarasamningshækkana sem orðið hafa á árinu, teki- og gjaldabreytingar vegna þess að sveitarfélagið er leiðandi sveitarfélag í málefnum fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra árið 2016 og þá með fulla ábyrgð á verkinu og hækkun útsvarstekna, hagnaður vegna sölu fasteigna og fasteignakaup og hækkun eignatekna. Nettóbreyting A-hluta er hækkun útgjalda 29.591.000 krónur og samsvarandi breyting B-hluta er hækkun rekstrarafgangs 50.735.000 krónur. Byggðarráð samþykkir framlagðan viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun 2016 og hér er framlögð tillaga að viðauka 6 við fjárhagsáætlun 2016 og hún er borin hér upp til afgreiðslu í sveitarstjórn. Og ég bið ykkur að gefa merki þeir sem að samþykja viðauka 6. Hann er samþyktur með öllum greiddum atkvæðum. Liður nr. 16. Ábyrgð á lántöku Norðurár BS 2016. Samþykkt var á 757. fundi byggðarráðs þann 15. september 2016 að vísa til samþykktar sveitarstjórnar eftirfarandi bókun er varðar erindi stjórnar Norðurár BS frá 8. september 2016. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Norðurár BS hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF af fjárhæð 250 milljónir króna til allt að 8 ára. Er ábyrgð þessi veitt samanber heimild í annarri málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og er hún óskipt gagnvart kröfuhafa en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhlut í Norðurár BS. Til tryggingar ábyrgðinni standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til gerðar urðunarstaðarins Stekkjarvíkur við Sölvabakka sem fellur undir lánshæf verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar skuldbindur hér með sveitarfélagið
sem eiganda Norðurár BS til að breyta ekki ákvæði samþykktar Norðurár BS sem leggur hömlur á eignarhald af félaginu að því leyti að félagi megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að sveitarfélagið Skagafjörður selji eignarhlut í Norðurár BS til annarra opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélagið Skagafjörður sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt Ástu Pálmadóttur veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu tryggingar þessarar. Og þessi ofangreinda bókun er hér borin upp til afgreiðslu í sveitarstjórn og ég bið ykkur að gefa merki þeir sem að samþykkið hana. Og hún var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liðir nr. 17, 18 og 19 eru fundargerðir til kynningar. Fundargerð Norðurár, Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra og ein frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Einhver sem að vill eitthvað tjá sig þær. Og svo er ekki. Þannig að dagskrá fundarins er tæmd og ég þakka fyrir fundinn og segi fundi slitið.